farið alla leið. Já, við sjáum hérna fyrst leik Stjörnunnar og KR. Þarna held ég að KR komi sterkt tilbaka eftir háðulega útreið í Helsinki, eins og það er kallað í Vesturbænum, og vinni þarna óvæntan 7-0 sigur á gervigræsinu. IBVF Selfoss, þarna eru Eyjamenn að fara að taka nágrannana 2-0 og Gummi Tóta er að fara að setja hann á móti sínum gömlu félögum og uppeldisbræðurum. Grindavík FH Þorkell, er ekki X 1-1. Markaleikur. Já, markaleikur. 2 markaleikur. 1-1. Ía Breiðablik, ég held að Ía haldi áfram á sigurbraut. Það er fínt fyrir það að losna við englendingarna, held ég, að hreinsa andrúmslofti á Skaganum og þeir vinna þarna 3-1 sigur á Blikum. Valur Fram, Reykjavíkur, stórslagur. Þetta verður 2-2 jafntefli á Hlíðarenda. Og svo erum við að tala að Fylkir ná í útisigur í Keflavík 2-1 fyrir appelsínu gulu drengina í Bílabænum. Það eru Stjarnan KR, þetta er erfiður leikur. Ég held að það verður nú eitthvað skorið þessu, en KR vinni 2-1. Svo erum við IBVF Selfoss og gengur eitthvað voðalega illa hjá Selfissingunum þess dagana. Ég held að Eyjamenn vinni 3-0. Grindavík FH, þar eru FH-ingar örugglega að fara að vinna gegn hálflemstruðu liði Grindvíkinga. Segi 4-0 fyrir FH. Ía Breiðablik er erfiður leikur, ég ætla að segja 1-1. Ég ætla líka að segja 1-1 hjá Val og Fram. Og svo er það Keflavík Fylkir sem ég held að fari 2-0 fyrir Keflavík. Stórleikur umferðarinnar er í Garðabænum á morgun sem að Stjarnan og KR eiga stuð og ég held að Stjörnumenn hleypi lífi í toppbaráttunni og vinni þennan leik 2-1 á teppinu. Eyjamenn halda áfram á góðu skriði, Maggi Gylfi og félagar, þeir vinna Selfoss 3-1 nokkuð örugglega. FH Grindavík, FH koma fulli sjálfstraust eftir góð úrslit í Svíþjóð á móti AEK og þeir taka þann leik 1-0 á útivelli. Ía Breiðablik, þetta verður hörkuleikur, mikið fjör á Skaganum en enda með 2-2 jafntefli. Valur Fram, Valsarar koma með annan sigur í röð fylgja eftir góða sigur á móti FH og vinna 2-1, Rúnar Már skorar bæði og Keflavík Fylkir fer 1-1 suður með sjó. Já, það er stórleikur umferðarinnar sem er Stjarnan KR og ég held að það verði óvænt úrslit í Garðabænum og Stjörnumenn taki þetta 3-1. IBVF Selfoss er nokkuð auðveldur leikur. Selfyssingarnir er ekki búin að geta neitt upp á síðkastið og IBVF á þokkalegu skrið, þannig að IBVF tekur þetta 3-0. Grindavík FH er kannski þreyttir eftir ferðalagið og leikinn í Svíþjóð en ég held að þeir taki leikinn 1-2. Ía Breiðablik, það er dálítið krefjandi leikur, Blikarnir með nýja framlínu, kannski nýja miðu, en ætli þeir og Skagamenn Laska er búin að missa Gary Martin og Dóningar enda sem er búin að spila lítið en ég held að Blikarnir taki þetta 3-2. Og Valur Fram, þetta er bara 50-50 leikur, tippa á Valsarana þar 1-0 og að lokum er það Keflavík Fylkir sem er einnig getur farið á alla vegu en ég held að heimamennir í Keflavík vinni leikinn 2-1, Gummi Steinar skorar bæði. 12. umferð í Pepsi-deild karla. Þetta er býsna snúin umferð. Fyrsti leikurinn Stjarnan KR á Samsung vellinum. Ég held að þetta verði bara ágætis markaleikur. Ég held að Stjarnan vinni 3-2. 5 mörk í Garðabænum, takk fyrir. IBVF Selfoss á Hásteinsvelli, Eyjamenn vinna 3-0. Grindavík FH í Grindavík. Grindingar náðu ágætis úrslitum í Kaplakrika. Ég held að ná hins vegar ekki góðum úrslitum á heimavelli. Ég held að FH vinni örugglega 3-0. Ía Breiðablik á Akranesvelli. Ég held að Skagamenn mæti svona nokkuð særðir, búin að missa
2 menn, enginn Gary Martin með að þessu sinni. Ég held að Blikar vinni 1-0 á Akaranesi. Og síðan er Reykjavíkurslagur, Valur Fram á Vodafone-vellinum. Ég held að þessi leikur fari í jafntefli, 1-1. Og síðan er það loka leikurinn Keflavík Fylkir á Netto-vellinum. Ég held að þessi leikur fari 2-2 jafntefli. Láttu það flakka, dansað í vindinum, faðmaðu heiminn, elskaðu. Farðu alla leið, allt til enda, alla leið. Pepsi-deildin, ástríða fyrir íslenskum fótbolta.